Fiskveiðar á opnu hafi eru áhættusamar og dýrar og því hafa tilraunir verið gerðar með eldi bolfisks í kvíum. Fiskeldið dregur einnig úr hættu á ofveiði en sjúkdómar hafa aftur á móti reynst erfiðir. Það helgast af því að í eldinu mikill þéttleiki og stress og fiskar verða næmari fyrir sjúkdómsvöldum af þeim orsökum. Það líka mun greiðari smitdreifing milli fiska. Í villtri náttúrunni þá eru náttúrulega sömu sýklar og allt kemur þetta upprunalega úr náttúrunni. Þar bara ákveðin balans á þessum hlutum og svona almennt talið að sjúkdómar valdi ekki miklum afföllum í villtum stofnum þó að vissulega séu undantekningar þar á. Þorskurinn afar verðmætur og því freistandi að hefja eldi á honum í stórum stíl. Það hins vegar flókið sökum þess hvernig þorskurinn verst sjúkdómum. Hann pluma sig ágætlega í sínu náttúrulega umhverfi. Hann hefur gott ónæmiskerfi þannig. En þegar hann kemur í eldi, þegar stressið eykst, að þá kom upp vandræðir. Hann myndar ekki sérvirkt mótefni. Ef þú sýkir hann eða sprautar í hann einhverju bakteríu, þá færðu ekki mótefni gegn þessari bakteríu. Þú færðu ekki þessa sérvirku svörun eins og hjá laxinum og fleiri fiskum sem eru nýttir í eldi. Ráða þarf bót á þessum vanda áður en þorskeldið getur orðið að ábatasamri atvinnugrein. En hvernig vörnum þorsksins háttað í náttúrulegu umhverfi? Hann hefur mjög öflugt ósérvirkt kerfi og hann líka með mjög hátt magn af það sem við kallum náttúrulega mótefni. Þannig að hann hefur í rauninni ágætt kerfi en þegar þú ert með hann í miklum þéttleika í eldi þá fara að koma upp sjúkdómar eins og í flestu eldi og þá fara að koma upp vandamála því þá ónæmiskerfið ekki nógu gott.